Það var blíðskaparveður á Egilsstöðum 19. ágúst síðastliðinn. Þá fór fram fjórða keppnin í torfæruakstri og það er gífurleg spenna þó Árni Kópsson sé efstur í sérútbúnarflokknum og Stefán Gunnarsson í götubílaflokki. Þá er mótið langt í frá að vera búið þegar að 3 keppnir eru eftir að þessari meðtaldri. Og við byrjum á götubílaflokki eins og venjulega með rásnúmer 1 Gunnar Pálmi Stefánsson. Hann ekur á Willys með 330 rúmtómu Oldsmobile vél. Númer 2 Rögnvaldur Ragnarsson á Bronco 66 með 6 cylindra 170 vél. Ríkharður Jónasson á Willys 46 með 302 rúmtómu Ford vél. Stefán Gunnarsson á Willys 66 með 307 Chevrolet. Sigurður Ólafsson á Willys 283 Chevrolet 8 gata trillitæki og númer 6 Stefán Sigursson Willys 350 Buick. Númer 7 Björn Bjarnason á Willys 55 6 gata 250 rúmtómu Chevrolet mótor. Númer 8 Hjörtur Jóhannsson á Willys með 318 Chrysler. Stefán Ásgeirsson númer 9 á Jepster 67 og hann með 350 Chevrolet. Og Kári Jóhannsson á Willys með 350 Buick. Og fyrsta þrautin var fólkin í því að fara hér niður þessa brekku og hér fór fyrstur Gunnar Pálmi Stefánsson og síðan upp á þennan hól og hann fær 300 stig. Hann fór reyndar tvisvar því í fyrstu ferð þá hljóp einhver áhorfandi fyrir hann og rétt ákvörðun keppnisstjóra Magnúsar var að leyfa honum að fara aftur. En þá var það Rögnvaldur Ragnarsson. Þetta er óbreyttur Ford Bronco 66. Og hann fer ekki alveg alla leið, þarna vantaði kraft. Þá er það Ríkharður Jónasson á Willys 46. Geysilega öflug vél í þessum bíl. En hér var það Ríkharður sem að stóð sig ekki nógu vel. Hann hefði þurft að hafa heldur meiri ferð þegar hann lagði í brekkuna. Þá er það Stefán Gunnarsson. Hann fer alla leið. Og Sigurður Ólafsson. Einn Willysin enn, 8 Willys jeppar í götubílaflokki, einn Ford Bronco og einn Jepster. Þá er það Stefán Sigursson. Hann var í 3. sæti í Íslandsmótinu þegar þessi keppni hófst með 520 stig eftir keppnisstjóranum á Egilsstöðum Magnúsi Ástrásinni. En það er byrjaði íþróttaklúbburinn Start á Egilsstöðum sem stendur fyrir þessari keppni. Önnur keppni þeirra á þessu ári en fyrri keppnin var aðeins æfingakeppni, það er að segja gilti ekki til Íslandsmeistara. En hér er Hjörtur Jóhannsson. Stefán Ásgeirsson á Jepster. Það var nú að heyra að hann væri að koðna niður þarna í brekku endan en hann slapp upp og Kári Jóhannsson. Þetta er lítið mál. Það var fjöldi áhorfenda þarna í blíðskaparveðri. En við erum í þraut 2 og hér fer fyrstur Rögnvaldur Ragnarsson á Bronconum en það vantar hér kraft og kannski einhverja spyrnu. Það er að mun minni dekkjum heldur en aðri keppendur. Ríkharður. Og hann fer alla leið, já. 470 stig er hann komið með eftir 2 þrautir en þá er það Stefán Gunnarsson. Stefán var í forustunni og er reyndar þarna í forustunni í Íslandsmótinu með 880 stig. 340 stigum á undan Magnúsi sem veifar þarna flagginu í gríð og erg. Og Stefán Sigursson. Og hann er með fullt hús, 300 stig. 600 stig eftir 2 þrautir.
og sama gerir Björn. Og hér fór Hjörtur Jóhannsson upp, hann var óheppinn hérna, hann lendir á kantinum og brýtur drifskaft, það liggur eftir á jörðinni og hann hætti keppni. Stefán Ásgeirsson á Jepster 67. Þetta er nánast samskonar bíll og Gunnar Guðmundsson ekur, að vísu er hann í sérútbúna flokknum, og reyndar Haraldur Ásgeirsson. Það virðist henta nokkuð vel og hér læðir Gunnar Pálmi Stefánsson hér sér upp á brekkubrúnina. Þá eru konið í þriðju þraut, hún var mjög lúmsk, hún var á jafnsléttu, það er að segja að það var ekki það ræði að fara upp á einhverja brekkubrún eins og verið hefur í flest öllum þrautum í sumar. Heldur var að þrautin fólkin því að keyra hér eftir mjög hæðóttum jarðvegi og Ríkharður Jónasson fékk það hlutverk að fara fyrstur og hann lenti í vandræðum í miðri þraut. Já, aðeins lengra, já. En hann sest hér á kviðinn og satt þar fastur. En þá er það Stefán Gunnarsson. Ríkharður aðeins búinn að slétta svæðið. Og hér reynir mikið á útsjónarsemi að velja rétta leið. Síðan er örstutt brekka í endan, en hún reyndist Stefáni ofviða og hann fékk 200 stig. Það var Sigurður Ólafsson. Nú keppendur eiga að fara vinstra megin við hvítu hjólbarðana, það er að segja að hafa hjólbarðana hægra megin við bílinn, og hér fær Sigurður þó nokkur mínus fyrir það að fara bara með vinstri hjólinn í gegnum hliðið, en hann hefur sjálfsagt talið of mikil hliðarhalla að fara með bílinn allan í gegn og fær ekki nema 195 stig. Það er Stefán Sigurðsson. Fer hann í gegnum hliðið rétta leið. Við sjáum að hann tekur á öllum hjólum og greinilega með læst drif. Bílarnir í götubílaflokki eru að verða mjög vel útbúnir. Það vantar nánast ekkert nema skófludekkin til þess að fara sömu þrautir og sér útbúni flokkurinn eins og hann var í vor. Grindurnar breyta hins vegar töluverðum það hvaða þrautir er hægt að leggja fyrir þessa bíla. Og þetta var glæsilega gert hjá Stefáni. Hann fer alla leið, 225 stig fær hann fyrir þrautina. Og þá er það Björn Bjarnason. Og hann lætur sig hafa það að fara í gegnum hliðið. Þannig hann á möguleika á 300 stigum. Nei, hann þarf að bakka hér. Og fyrir það reyndar var hann stopp þarna. Fyrir það að stoppa í þrautinni er mínus og enn meiri mínus ef menn bakka. Menn með að bakka einu sinni sem nemur lengd bílsins. Hér fer Stefán Ásgeirsson, hann fer ekki sömu leið og Björn, því Björn fór bara stutt. Og Stefán fer alla leið en ekki í gegnum hliðið í endan. 200 stig þar. Það er Kári Jóhannsson. Hann fer í gegnum hliðið. Já, þetta er vel gert. Og yfir og alla leið. Glæsilega gert. 300 stig og komin með 800 í það heila. Kári Jóhannsson er þá komin í forystu í keppninni. Reyndar er það ekki alveg rétt hjá mér, hann er í öðru sæti. Stefán Sigurðsson er með 825 stig og þarna fékk Gunnar Pálmi aðeins í 30 stig. En Rögnvaldur Ragnarsson ætlar sér ábyggilega alla leið á bronkunum.
slagsmál við stýrið hjá honum. 270 stig fær hann og 630 er hann komið með. Nú í fjórðu þraut fór Stefán Gunnarsson upp og fekk 300 stig, en á niðurleið þá stóð hann heldur lengi á bremsunni og fór á toppinn. Og þegar við komum á hann þarna þá hékk hann í beltunum og skelli hló af eigin klaufaskap. En hér fer Sigurður Ólafsson og hann fær ekki nema 90 stig. Ég held að ykkar hafi bilað í bílnum hjá honum. Stefán Sigurðsson fer hins vegar alla leið og þarna er þrautin búin. Þó þrautin hafi verið þung að komast niður, þá taldi það ekki í stigagjöfinni. Björn Bjarnason hikaði þarna og fær ekki nema 40 stig. Þá er það Stefán Ásgeirsson og hann fer upp eins og Stefán Sigurðsson og Stefán Gunnarsson, fær 300 stig. Og þá er að sjá hvað Kári Jóhannsson gerir. Hér vantar kraft í upphafið og Gunnar Pálmi, hann er greinilega bara í framdrifinu, 40 stig fær hann. Nú Rögnvaldur Ragnarsson getur nú ekki farið mjög langt því það vantar, og þó það vantar afl í þennan bíl, en ekki hjá Ríkharði og hann stekkur þetta upp bara. Þó er með 870 stig og þá er Stefán og það er að segja Stefán Gunnarsson og Stefán Ásgeirsson efstur og jafnir eftir 4 þrautir með 1085 stig. Þá er það 5. þraut og Sigurður Ólafsson er nú ekki lengra en þetta og hér lagðist hann á hliðina. Við horfum nánast beint ofan á hann og þarna þurfti að draga hann upp. 220 stig og þá er það Stefán Sigurðsson. Hann var reyndar í fyrsta sæti með 1125 stig, þarna misti ég nú úr að Stefán Gunnarsson og Stefán Ásgeirsson væru á undan honum, en hann er með 1125 stig fyrir þessa þraut, fær 235 hér og er með 1360 stig. Og Björn 245 stig og 1005. En þá er það Stefán Ásgeirsson, hann þarf 275 stig til þess að komast upp að hliðinni á Stefáni Sigurðssoni. Ef hann fær meira þá kemst hann upp fyrir hann. Og hann fer alla leið og fær 285 stig, kominn með 10 stigum meira heldur en nafn hans Sigurðsson. Og þá er það næst Kári með 980 stig fyrir þrautina á möguleika á 1280 stigum. Hann fer alla leið og á þess að koma við dekk, 300 stig fær hann. Og þá kemur Rögnvaldur Ragnarsson á bronkónum og taki nú vel eftir. Það lækkaði aldrei snúningurinn á vélinni og þessu fögnuðu áhorfendur innilega. 300 stig fær Rögnvaldur. Þá er að sjá hvað Ríkharður getur. Hann fer alla leið. Þrautin orðin auðveldari þegar búið er að keyra hana nokkrum sinnum. Stefán Gunnarsson þarf 290 stig til þess að komast upp að hliðinni á Stefáni Ásgeirssyni. 290 stig þarf hann og fær 300 og búinn að ná 15 stiga forskoti. Hann þurfti reynda 285 stig til þess að jafna hann. Fékk 15 stigum betur og er einn í forystu með 1385 stig. Þá erum við komin að tímaþrautinni. Og þar fer Stefán Sigurðsson fyrstur. Hann átti við einhverjar gangtruflanir að stríða hér. Það er hugsanlegt að
bíllinn sé að fá of mikið bensín. Það er tvennt að ræða, annaðhvort kveikjan blaut eða lofthreinsarinn rennandi blautur og hleypir ekki gegnum sér nægilega miklu lofti sem gerir það verkum að þá fær bíllinn allt of mikið bensín sem fer inn á strokkana í vökvaformi og gerir það verkum að það verður erfitt að kveikja í bensíngufu. Neistinn koðnar niður og kertin lagast ekki af sjálfum sér. Og ef þetta kemur einu sinni fyrir þá þarf á að taka kertin úr, skipta kerti eða blóðhita þau og losna við alla drullu af þeim. 75 stig fær hann, það var lítið. Og þá að sjá hvert Birni Bjarnasyni gengur betur. Ef bíllinn viðkvæmur fyrir vatni þá væri kannski rétt að fara hægt í vatnið. Hann þolir vatnið vel og hann fer hér í gegnum rétt hlið. Þarna nú greinilega brotin ein stífa sem heldur aftur hjólunum, eða framhjólunum. Sést nú ekki glögglega, en hún dregst allavega á eftir bílnum. Og hann kemur í mark, fær 165 stig. Það var Stefán Ásgeirsson, hann hér í harðri baráttu við nafna sinn Stefán Gunnarsson fyrsta sætið. 300 stig væri kærkomin í þeirri baráttu. Hann hittir hliðið en það er einhvern mínus fyrir þetta. Þarna fær hann aftur mínus og drepur þar að auki á. Það er greinlegt að Stefán Ásgeirsson fær slakan tíma í þessari braut. Vegna þess að rekast utan í 2 hlið. Og hann fær ekki nema 90 stig. Það var afar lítið og 1460 stig fær hann í heildina. Það var Kári Jóhannsson. Hann var greinilega ákveðinn í því að bíllinn væri góður í vatni, en það er nú annað að heyra. Þó kann að vera að það spili fleira inni en bara vatnið. Vélin var eitthvað lasburða fyrir keppnina og Kári getur kannski kennt því að einhverju leyti að komast ekki framar. Hann hefur alla burði til þess sem ökumaður. Og hann kemur í markið og fær 105 stig, 1385 stig fær hann í heildina og endaði í 4. sæti í keppninni. Þá er það Rögnvaldur á bronkonum.
Þessi Bronco örugglega ýmsu vanur. Og rögnvaldur, en hér sleppir hann hliði. Og fyrir það stór mínus. Hann fær hins vegar mjög góðan tíma og hann fær 210 stig, 1225 alls. Og þá að sjá hvað Ríkharður gerir. Það skortir ekki aflið. Hann greinilega ófeiminn nota kraftinn. En hann sleppir þarna hliði eins og Rögnvaldur Ragnarsson gerði. Hvíta dekkið á að vera á hægri hönd. Kemur með tilþrifum í mark, 225 stig og 1380 stig fær hann í það heila og lendir í 5. sæti. Þá það Stefán Gunnarsson. Hann þarf ekki nema 100 stig til þess að komast upp fyrir Stefán Ásgeirsson. Búinn að ljúka þessari þraut. Og þarna sleppti Stefán hliði, hann ákveður að fara tilbaka, gefa heldur eftir nokkra sekúndur og kann að vera hann hafi þarna verið að rugla saman reglum í Íslandsmótinu annars vegar og bikarkeppni hins vegar. Sleppi menn hliði í bikarkeppni þá fá menn 0 fyrir þessa þraut. Aðra reglur gilda hins vegar í Íslandsmótinu og menn missa aðeins stig á mínus. En halda þeim stigum sem þeir vinna sér inn eftir tímaröð. Hann fær 195 stig og lýkur keppnin á 1580 stigum í 1. sæti. Sigurður Ólafsson á Willys. Stökkpallur hentar kannski betur rallybílum heldur en þessum jeppum. Þeim jú ætlað að vera með hjólinn niðri á jörðinni eins mikið eins og hægt þannig næst bestur árangur í torfæruakstri. Hér munar nú ekki miklu að hann affelgaði vinstra afturhjólið. En 180 stig fær hann og 1120 og endar í 8. sæti. Úrslitin í götubílaflokki, Stefán Gunnarsson í því fyrsta með 1580 stig. Í öðru sæti Stefán Ásgeirsson með 1460 stig. Í 3. sæti Stefán Sigurðsson með 1435 stig. Síðan Kári Jónsson, Ríkharður Jónasson og Rögnvaldur Ragnarsson. Og þá förum við í sérútbúnarflokkinn. Þar mætti Sturla Jónsson á nýsmíðaðri grind með 360 AMC-vél. Benedikt Eiríksson á Willysnum með nýtt húdd eftir harkalega veltu í Reykjavík. Ásmundur Guðnason á Ford 42 með 318 Chrysler. 14 Gunnar Guðmundsson á Jeppstednum með 350 Chevrolet og í fyrsta skipti með Nitrogas. Gunnar Guðjónsson á Willys 47 með 350 Chevrolet útboraða og hún reiknast núna 383. 16 Haraldur Ásgeirsson á Jeppster 68 350 Chevrolet
með Nitro en slangan var lek og hann átti í einhverjum vandræðum til að byrja með. Númer 17 Árni Kópsson á heimasætunni með 350 Chevrolet andvökumótor, þann sama og Gunnar Guðjónsson notaði í síðustu keppni. Þar sem Árni taldi að keppnisvélin væri biluð og skiptum kom síðan að því að vélin var ekki biluð og ekki tími til að skipta aftur. Hér erum við fyrstu þraut og það er Sturla Jónsson. Hann segist lítið vera búinn að prófa grindina. Það var nú næstum því farinn hér aftur fyrir sig. Hvað sem menn segja þessar grindur þá er þetta geysileg framför í því hvaða þrautir ökumennirnir geta farið. Þeir fara miklu meira og þar að auki hef ég trú á að þessi bílar séu mun öruggari heldur en jepparnir eins og þeir líta út. Trúlega eru ökumenn betur varðir inn í þessum bílum og mun minni hætta er á veltum eins og hefur sýnt sig í sumar. Og hér fór Sturla fyrstu þrautina og það var það Benedikt Eiríksson. Hann er búinn að aka heldur óþyrmilega í sumar ef ég má orða það þannig. Hann er búinn að velta tvisvar í síðustu keppni og einu sinni í keppni þar á undan. Þrisvar sinnum alls. Minni bregst mér ekki. En ekki fór Benedikt langt þarna, 145 stig. Það var Ásmundur Guðnason. Ford 42 og 318 Chrysler. Hér vantaði herslumuninn og þá kemur Gunnar Guðmundsson. Hann er búinn að breyta sínum bíl töluvert frá því sem verið hefur í sumar. Hann er búinn að mýkja fjöðrunina, taka fjaðrablöð burtu og bæta við nitrói. Auk þess búinn að bæta reynslu í sarpinn. Og hér vantaði herslumuninn, 255 stig fekk hann. Nú þá er Gunnar Guðjónsson næstur. Hann er búinn að eyða miklum tíma í að smíða þennan bíl. Hann er mjög léttur og geysilega aflmikill. Og hér var frákastið heldur mikið á framhjólunum og kannski spurning hvort að fjöðrunin að framan sé of stíf. Gunnar gæti hugsanlega með því að mýkja fjöðrunina að framan, losna við svona hastaleg fráköst í börðunum. Við sáum það áðan hjá Sturlu að hann læddist upp á með framhjólinn. Hér kastast bílinn hreinlega frá án þess þó að fjöðrunin slái saman og Gunnar var ekkert að slá af og þess vegna heldur hann áfram. Þegar afturhjólin lenda í bakkanum þá bara snýst bílinn og sem betur fer engin slys á mönnum, en það er kominn tími á að þessar veltur hætti eða þeim fækki því þetta er stórhættulegt. Og þá er það Haraldur Ásgeirsson. Eins og ég sagði áðan þá er hann með nitro en slangan var lek og hann átti í einhverjum vandræðum þarna í upphafi. Bílinn skilaði ekki nægilega miklu afli, 250 stig fær hann hér. Það vantaði greinilega kraft til þess að komast síðasta kaflan. Þá kemur Árni Kópsson.
það er einkennandi fyrir þennan bíl hversu vel hefur tekist til fjöðrun á bílnum. Hjólin virðast alltaf vera niðri. En þarna vantaði kraft og kannski einhverja áræðni hjá Árna. Fékk aðeins 250 stig. Þraut 2 og Benedikt fyrstur. 210 stig. Þeir eru eitthvað smekir við bakkan, síðasta kaflan í þrautinni hér kannski. Eðlilega, þetta var nánast 90 gráður þarna í endan. Þá er það Gunnar. Og Gunnar nú bara skrúa frá nítróinu og nota það. Nei, en 240 stig. Það bætast alltaf við nokkru sentimetrar og þarna fór nú hlíðin fyrir aftan hann af stað. Geysilega laust í sér þarna. Þannig er efnið sem notað í nýjan flugvöll á Egilsstöðum tekið og þessar gryfjur taka breytingum dag frá degi. Þá er það Gunnar mættur í slaginn eftir að hafa velt í fyrstu þraut. Og 220 stig fær hann. Og Haraldur, hvað gerir hann? Nei. 250 stig fær hann samt. Það er það mest að hinga til. Þá sjá hvað Árni gerir. Nei, hann ætlaði greinilega að láta bílinn renna þarna til hliðar til þess að hitta í hliðið. Og hér hefur kannski aðri bílar með stífari fjöðrun farið aftur fyrir sig. En ekki grindin að sáfna heimasætan fókvöldur. Þá er það Bossi. Eins og Sturla er oft nefndur. Og hér vantar nú bara örlítið upp á að hann læði framhjólunum upp á brúna. 265 stig fær hann. Og hann byrjar þessa keppni mjög vel. Kominn með 520 stig og er í forystunni. Aleinn. Í öðru og þriðja sæti eru Árni og Haraldur. En þriðja þraut er aðeins ein brekka með mjög stuttu tilhlaupi og brattur kantur efst. Og þar fer Ásmundur beinustur upp og hvað gerir Gunnar? Hann fer upp á en ekki afturhjólinn og 285 stig fær hann. Ásmundur og Guðmundur eru þá jafnir með 780 stig. Þá er það Gunnar Guðjónsson. Og þarna er nú búið að grafa svolítið úr bakkanum. En hér er Haraldur og hann er alveg ákveðinn. Hann ætlaði upp og fór upp. En grindin kiknar þegar hann kemur hér niður í endan. Og því var snarlega bjargað við. Hann var réttur fyrir næstu þraut. Þá var það Árni. Og nú var Árni búinn að skrúa frá nítróinu og fór alla leið. 300 stig fær hann og kominn með 800 stig eins og Haraldur. Og þá þarf Sturla að ná sér í 280 stig ef hann ætlar ekki að fara aftur fyrir þá. 280 stig minnstakosti þarf Sturla að fá. Ef hann ætlar áfram að vera í fyrsta sæti þá fær hann 800 stig eins og þeir Haraldur og Árni í samanlögðu. Og þarna teygir hann sig aftur fyrir sæti og skrúar frá útlokaskútnum. Og hann velur þá leið að fara á ská í brattan kantinn. Fór kannski heldur og mikið á ská. Og veltur og skemmdi Benz grillið fína framan á bílnum. Og Sturla var ekki ánægður með þetta.
fer heldur mikið hér á ská og svo gefur hann í aðeins hér og það verður til þess að hann fer aftur fyrir sig. Það má vera að hann hefði sloppið ef hann hefði ekki gefið í. Þá kemur Benedikt og bakkinn er orðinn ófær og tilgangslaust að reyna, það er bara hættulegt. 255 stig. Þá er það fjórða þraut og hér byrjar Gunnar. Hún er hér upp á kantinn og niður hinum megin og það er mikill hliðarhalli. Og við biðjumst velvirðingar á þessum myndtruflunum sem verða hér í öðru sjónarhorninu. Og hann fellir hér dekk í öllum hliðum og þarf að þar að ekki að bakka. Hann hefur ekki færð Gunnar Guðmundsson mikið fyrir þessa þraut. 200 stig og komið 980 stig. Þá er það Gunnar Guðjónsson. Við erum að sjá hvort hann kemst upp. Já, þarna var greinilega ekkert frákast. Það var sami halli upp alla brautina. Og 240 stig fær hann 985 í það heila. Þá er það Haraldur. Og þarna héldu menn nú hérna megin frá að hann hefði oltið. En svo var ekki, það var bara svona bratt niður hinum megin. Geysilega ákveðinn og fær 270 stig. Og kominn með 1070 stig. Baráttan stendur þá á milli Árna og Haraldar. Þeir voru jafnir eftir fyrstu þraut, jafnir eftir aðra þraut með 500 stig, jafnir eftir þriðju þraut með 800 stig og nú er Haraldur kominn með 1070 stig. Árni þarf þá 270 ef hann ætlar að jafna Harald, sem hann gerir. Og þeir eru þá jafnir enn eftir 4 þrautir, báðir með 1070 stig. Og Sturla var ekki svipur hjá Sjón eftir þessa veltu. Í þriðju þraut, 145 stig þarna, og þá er það Benedikt. Hann fer í gegnum þetta hlið, fyrsta hlið, á þess að koma við dekkin, sem bæði Árni og Sturla komið þó við. En eitthvað var hann nú smeykur við hliðarhallan eða náði ekki þessari hægri beygju sem þurfti til þess að komast í gegnum síðasta hliðið og tapar hér stigum. Fær 245 stig. Þá er það Gunnar. Flaggið og Gunnar af stað. Og við erum reyndar komin í 5. þraut sem er mikill hliðarhalli og síðan upp á kantinn og þar er stór hóla. 180 stig fikk hann. Það var Haraldur. Mist hann aðeins frá að framann eftir fyrstu hóluna. Misti gripið augnablik og það gerði það verkum að hann fór ekki lengra. 170 stig fikk hann. En fjöðrunin hjá Árna, hún er alveg einstök. Hér munaði nú litlu að Árni færi upp, hann hefði átt að bakka kannski heldur lengra eftir í fyrstu tilraun. Hann má aðeins bakka einu sinni. Hélt þó að hann mætti bakka þrisvar. Fékk samt 225 stig og er kominn með forystuna 1295 stig. Og ekki fyrir Sturlaðu. Né Benedikt. Þarna er hann nú við það að velta og með hengu á honum á meðan komst niður. Ásmundur. Nei, brekkan verður verri og verri.
Sumar þrautir verða verri þegar það keyrt í þeim, aðrar betri. Þessi er greinilega einn af þeim sem verður verri. Ekki fór Gunnar Guðmundsson langt. Aðeins 160 stig. Þá var aðeins tímaþrautin eftir. Þar fer Haraldur fyrstur og hann er greinilega bara á afturdrifinu. Á dekkjabúnaði sem alls ekki hentar fyrir tímaþraut, en reglum samkvæmt er keppendum bannað að skipta dekk og fara á dekk sem ætti þó að vera mun öruggari í þessari þraut heldur en þessi hjólbarðar. Það er nákvæmlega ekki neitt hliðargrip í þessum dekkjum og spurning hvort að ekki ætti að taka það til endurskoðunar að keppendur væri heimilt að fara á dekk sem henta fyrir svona tímabraut ef að halda á tímabrautinni áfram. Haraldur búinn að sleppa nú þegar 2 hliðum. Virðist samt ná ágætis tíma og lætur bara vaða. Og aftur fór grindin og núna alveg. Og þyngdarpunkturinn í bílnum lækkar með hverju stökki. 165 stig fær hann og lýkur keppnin á 1405 stigum. Hvað kom fyrir hjá þér? Já, ég stökk ótæpilega í tímabrautinni og beygði grindinni hjá mér og braut hana. Þetta er svona grindavandamál. Þetta er þungt og veik grind. Þannig að já, þetta er svona grindavandamál. Ætlarðu að halda áfram, ætlarðu að laga þetta og vera með í Grindavík og Akureyri? Ég klára sumari, ég er ekki ákveðið með Akureyri, ég er frekar ekki með því. Þetta er að verða komin kvóti á þetta. Þá er Árni Kópsson. Hann þarf ekki mörg stig til þess að fara upp fyrir Harald, en það liggur alls ekki fyrir þegar að keppendur fara þarna í þrautina hvað hinir fengu í stigum, þannig að keppendur verða bara að gera svo og reyna að ná sem bestum tíma. Og hér sleppir Árni hliði. Og hér er hann næstum farinn fram yfir sig. Og þarna sleppur hann öðru hliði. Fær aðeins 165 stig og kom með 1460 stig. Sem er þó meira heldur en Haraldur. Sjáum þetta hér aftur. Þar á Sturla. Þessi bíll var að mestu leyti smíðaður úr gamla bílum hans ásamt öllum þeim varahlutum sem hann þurfti úr vökuporti og að því er mér skilst var þetta mjög ódýr aðgerð. Sturla fór í gegnum hliðið sem hinir hafa sleppt flestir. Og fær 165 stig, 1260 stig í það heila eftir frábæra byrjun. En veltan sett hann alveg út af laginu og vonandi stendur hann sig betur í Grindavík. Þá er það Benedikt. Hann ekur hér Willys 68 með 327 Chevrolet-vél. Geysilega ákveðinn hann Benedikt. Sjáum við það, þetta er algjörlega stjórnlausir bílar í beyjum. 195 stig, 1195 stig í það heila. Og 7. sætið. Það var það Ásmundur Guðnason. Hann er með 1160 stig fyrir þessa þraut.
ætti að fá 300 stig, geti hann komist í 1460 stig sem er sama stigatala og Árni Kóps var með í heildartölu og hafði þá lokið keppni, þannig að Ásmundur á hér möguleikann á fyrsta til öðru sætinu. Ásmundur kemur í mark, fær aðeins 90 stig sem ég kann nú ekki að skýra hvers vegna, en 90 stig voru það að síður, 1250 stig í það heila. Hann virtist ganga mjög vel í brautinni. Það var Gunnar Guðmundsson. Allar þær breytingar sem hann gerði á jeppanum fyrir þessa keppni komu mjög vel út. Hins vegar er bíllinn svo mikið breyttur að Gunnar þarf kannski að læra upp á nýtt hvað bíllinn getur. Bíllinn getur örugglega meira heldur en Gunnar bauð honum í þessari keppni og hann á örugglega eftir að gera betur. Þá er það Gunnar Guðjónsson með stóru vélina. Bíllinn mjög léttur, tiltölulega stífa fjöðrun, þannig að hún ætti að henta fyrir hraðakstur sem dekkin hins vegar gera ekki. Sleppir liðinu góða. $45 stig aðeins. Ég kann heldur ekki að skýra það hvers vegna hann fekk svona fá stig í tímabrautinni, en 1210 stig fekk hann í það heila og úrslitin í sérútbúna flokknum. Árni Kópsson í fyrsta sæti með 1460 stig, öðru sæti Haraldur Ásgeirsson með 1405 stig, þriðja sæti Gunnar Guðmundsson, fjórða Sturla Jónsson, fimmta Ásmundur Guðnason, sjötta Gunnar Guðjónsson. Árni, ertu ánægður með daginn? Já, bara nokkuð svona. Bara óheppinn með vélakraft. Já, segðu okkur meira frá þessu ævintýri með andvökuvélina. Andvökuvélina, já, hún er nú að verða fræg eftir allt þetta. Já, þannig að bilaði hjá mér pungur á sjálfskiptingunni. Fór að leka og dró sjálfskiptivöku upp á vél. Þannig að vélinn fór að reykja alveg ægilega. Og það var nú ekkert laupið að finna hvað var aðhaldið fyrst að vélinn væri bara runnin. Svo vélinn var reifin úr og önnur sett í. En hún er bara ekki eins góð eins og ekki eins kraftgóð og ekki að snúin eins og þessi vél sem áður í. Hefur það háð þér mikið í dag? Já, mjög mikið. Heldur að þú sért í fyrsta sæti? Nú erum við ekki búin að fá niðurstöður frá dómurum. Hvað heldur það? Ég veit ekki, erfitt að segja það. Það hefur verið frekar jafnt. Ég byrjaði mjög illa. Mjög illa að mínum mati. Síðan fór ég svona heldur að vinna á þetta þegar ég fór að líða á keppnina. Var ég að keyra þetta bara á nítrón alveg. En síðan kemur það tímabraut og þar sleppur hliði. Verður það ekki dýrt fyrir þig? Það er mjög hætt við því að það verður mjög dýrt sko. Annað hliðið ég er nú mjög ósáttur við annað hliðið, fyrra hliðið. Því brautin var mjög illa merkt, illa frá gengið hlið og ég sá aldrei annað hliðið. Held að það hafi nú bara gleymst að setja það upp eða eitthvað. En seinna hliðið var bara það að ég fór hratt fram af kanti. Þakka nú bara fyrir að ekki farið fram fyrir mig. Eins og ég sleppti bremsunni í taka tíð. En það er lið bara sem var bara klaufaskapur í mér. En hitt myndi ég ekki skrifa á mig. Ég myndi skrifa þá bara þá sem lögðu brautina eða þá
að ganga ekki berettu frá merkingu. Er það kannski það sem þeir eru að fjalla um núna, á meðan að keppendur bíða? Ég hef trú á því að það sé það sem við ræðum. Hvernig hefur þótt keppnin í dag? Virkilega fín keppni. Austamenn standa sér prýðilega í þessu. Nú byrjuðu þeir á réttum tíma. Er það ykkur jeppaklúbbsmönnum í Reykjavík að þakka? Já, ég er nú ekki klár á því en mér finnst Austamenn, þeir voru með virkilega fína keppni hérna í fyrra og mér finnst þeir standa sig ennþá betur núna og ég ætla bara að vona að þeir geri það í framtíðinni. Finnst þér að nóg að vera með 6 þrautir? Já, til þess að gera finnst mér það nóg. Það er alltaf einhver óhöpp sem að verða og til þess að redda þeim og koma að byrja þeim úr þrautunum þá er það yfir nóg að hafa 6 þrautir. Sturla, hvernig reynir svo bíllinn? Já, hann er miklu skemmtilegur heldur en nokkurn tímann átti von á. Já, það er miklu betur að finna sig í bílnum. Hvernig hann lætur og hvað maður má fara langt upp fyrir sig. Og þú fórst skrefi á langt einu sinni, var það ekki svolítil lífsreynsla? Já, það var svolítið skrítið að rúlla þessu því að maður leggst fyrst á bakið, ferlega mjúkt og svo kemur þessi stóri hringur og skellurinn eftir það. Það var nú ástæðan fyrir því að maður rúllaði þar að það var allt orðið fullt af dröll í augunum á mér og ég sé aðeins ég glittaði í kantinn og það var þess vegna sem ég steig aðeins áfram og rúllaði. Ætlar að vera með áfram á þessum bíl eða ætlar að breyta honum úr þessum bíl í einhvern annan? Nei, ég ætla að breyta núna á milli. Það er ekki nema hálfur mánuður, mann er nú ekki að smíða nýja núna. Ekki tók þetta langan tíma, var það? Nei, það tók viku að koma honum þannig að hægt var að keyra og svo hefur búið að fara svona dútliðið 3 vikur á kvöldin í að klæða þetta og ganga frá rafmagni og þessu dótari sem er. Kemstu út úr bílnum? Já, það er létt verk. Þú ætti kannski að sýna okkur það? Það er ekki vandamál að skríða út úr þessu. Þú ert fimur að komast út. Hvað er þessi bíll í hestöflum? Ég þori ekki að segja það. Það er nú búið að fikta svolítið vel í vélinni svona. Já, ekki mikið. Standard er hún 4,5 með, hún er þá 220 hestöfl. Þetta er einhvers staðar á milli 300 og 400 svona. Sem maður þá nýtur honum sko. Er það nóg alltaf? Já, það má segja að sé eiginlega alveg yfirdrifið í þetta. Þó maður vilji alltaf meira. Ertu ánægð með keppnina eða keppnisbrautirnar hérna í dag? Já, mjög ánægður. Þetta er klaufaskapur hjá manni hvernig maður keyrir ef maður rúlar. Það er alveg staðreyndin. Ég vona þeir gangi bara vel í restina á þessu keppnistíðanbili og mér sýnist á þessari keppni að það verði mikil spenna bæði í Grindavík og Akureyri og ekki hvað síst þá í bikarkeppninni í haust hjá bifreiða eða jeppaklúbbi Reykjavíkur. Já, maður á von á mjög harðri keppni því þetta er alveg orðið skuggalegt eins og þetta stendur í dag. Gaman að þessu.